Komið sælar og blessaðar kæru meyjur. Þá komið að ég tékka eins og stöðunni hjá ykkur. Við ætlum að gera þetta þannig núna að við tökum fyrir elementin vatn, eld, loft og jörð sem eru jú partur af okkur öllum og öllu sem í kringum okkur er. Og við byrjum bara, höfum þetta bara einfalt, byrjum á vatninu. Vatnið ykkar, kæru meyjur, sem eru tilfinningarnar ykkar, líðanin og það að finna og innsæið líka. Þar eru þið með þetta fallega tromp sem að heitir tungl. Tilfinningarnar ykkar eru afskaplega djúpar. Þær eru líka afskaplega óljósar, þokukenndar, óttablandnar, skulum við segja. Kannski eru þið staddar í tilfinningalegri stöðu sem þið hafið ekki verið í áður og þess vegna læðist óttinn að ykkur. Það ríkir myrkur í augnablikinu og þið sjáu ekki alveg hvað er að gerast og eins og við vitum, kæru meyjur, þá viljið þið oftast vera við stjórn, hafa stjórn og ykkur finnst mjög óþægilegt þegar að eitthvað óljóst er í gangi. Þetta er spurning að horfast í augu við ótta sinn, taka skrefið, vera vissum að eitthvað betra sé bak við tjaldið. Því að á eftir þessu fallega trompi sem er tungl er annað tromp sem heitir sól og hjá sólinni er birta og ylur. Þannig að eftir þetta tímabil er ekkert annað en fallegt, gleðilegt, ánægilegt tímabil. Ykkur kæru meyjur gæti liðið illa á meðan á þessu skrýtna tímabili stendur eða þessum skrýtna fasa, en vitið til, þetta er tímabundið, þetta mun líða hjá og þetta spil tengist líka inn á alla kvenlegu eiginleikana ykkar. Ykkur getur fundist þið vera næmari en áður. Tunglið tengist vissulega tíðarhring kvenna og hefur að gera með lundina, geðið okkar. Þannig að einhverjar sveiflur getur verið í gangi, bæði hjá karlkyni og kvenkyni. Það sem er óljóst, það mun koma í ljós. Og síðar verði, svolítið erfiður tilfinningapakki, en vissulega djúpar tilfinningar og sterkar. Eldurinn ykkar, kæru meyjur, sem er svona ykkar innri neisti, drifkrafturinn, það að framkvæma og athafnir í ykkar daglega lífi. Þar fáið þið nú eiginlega bara flottasta framkvæmda spilið í stokknum sem er keisarinn sjálfur. Hann bókstaflega táknar framkvæmdir, hann táknar drifkraft. Hann er eldurinn með stóru skulum við segja. Þannig að þetta element í ykkar lífi er á fullu blússi og þetta spil er akkurat þar sem það á að vera miðað við þessa lögn. Það getur verið að þið séu að sýna frumkvæði á margan hátt. Þið eru fyrirmynd fyrir aðra, þið eru að skipuleggja eða standið í forsvari fyrir framkvæmdir.
Þið eru að leiðbeina eða segja öðrum til. Keisarinn er mikill kennari, fólk lítur upp til hans, hann er sterk karlímynd, sterk föðurímynd og ekkert fer fram hjá honum. Stjórnsemi getur vissulega farið úr hófi og orðið neikvæðum pól, en hann er sanngjarn og vinnur hlutina vel og það er ekkert nema stöðugleiki og kraftur sem fylgir honum. Þannig að, kæru meyjur, ég óska ykkur bara til hamingju með þennan flotta drifkraft. Loftið, hugsanirnar ykkar, hugmyndir, öll samskiptin ykkar, það að miðla til annara, munnleg, skrifleg samskipti. Þar eru þið með einn af ykkar fallegustu eiginleikum sem er á enskunni virtue eða dygð, eins og við köllum það á íslensku. Þetta er líka eldspil og það að vera með eld í loft hluta, það þýðir bara dálítið kraftmikla og hvassa tjáningu. Þannig að þið tjáið ykkur vissulega með dygðina af vopni. Það er að segja að þið eru að tjá ykkur í þágu góðs málstaðar. Þið eru að tjá ykkur á jákvæðan hátt. Það sem þið setið frá ykkur er gert á góðum hug og það sem að þið eru að miðla áfram er eða verður öðrum til góðs, sem er nú ekki amalegt. Þið eruð langflestar, kæru meyjur, góðir kennarar og þetta spil ber svolítið vitni það. En það er mikill kraftur í þessu spili, alveg eins og í keisaranum sem að tengist hrútsmerkinu, sterkum böndum. Hrútsmerki er eldmerki og hér er líka hrútur. Þetta spil er sól í hrút. Þetta er eiginlega kannski, má segja, minnkuð útgáfa af keisaraspilinu. Þannig að framkvæmda drifkrafturinn ykkar er í svolítið hámarki núna, bæði hvað varðar athafnir og tjáningu. Þetta er gott tímabil fyrir það að koma frá sér hlutum. Þetta er gott tímabil fyrir kennara. Eina sem ég myndi segja er bara að þið varist að fara ekki í offari eða svona brenna út eða eyða orkunni ykkar of í ákveðin verkefni á ákveðnum tímum. Passið ykkur að eiga alltaf vara forða. Ok, jörðin ykkar. Grjótharði efnisveruleikinn, fjármálin, atvinnan ykkar og það sem þið eruð að skapa. Vá. Þar eru þið að ljúka einum kafla og bíða eftir að annar kafli hefjist. Þið eru að klára að taka til í fjármálunum ykkar, þið eru að kaupa eða selja og eru að skrifa undir samninga eða það bil. Einhverjar ykkar kæru meyjur getur verið að akkúrat í þeim sporum að ljúka störfum og hefja störf á nýjum stað. Eða vera að ljúka einhverju verkefni og að byrja nýtt verkefni. Þetta fallega alheimurinn talar að vera í sviðsljósinu, að vera að útskrifast, að vera að svona, eins og maður segir á ensku, wrapping up.
að klára eitthvað dæmi sem er búið að vera langvinnt. Þetta getur verið kafli í lífi ykkar líka sem tengist efninu. Það geta verið umskipti, flutningar, fæ ég fyrir margar ykkar, kæru meyjur. Flutningar, umskipti, breyting á því hvar þið eru staddar á jörðinni, í efninu. Svolítið skemmtilegt hvernig það kemur, sem táknar hreinlega að flytjast búferlum eða að ferðast, að taka ykkur sjálfar, kæru meyjur, ykkar efnislíkama og færa hann eitthvert annað. Ok, hvaða ferli sem þetta hvort sem það tengist fjármálum eða því sem ég var að tala þetta eitthvað sem gengur vel og þið munið sjá fyrir endan á þessu bara núna á næstunni og síðan tekur eitthvað nýtt og skemmtilegt við. Það er ákveðin svona viðurkenning í þessu spili líka, verðlaun fyrir að hafa unnið verkefnið vel, vegna þess að þetta spil kemur ekki upp nema verkefnið sé að fullu klárað. Ok, ég ætla að taka hérna aðeins fleiri spil til útskýringar. Og við byrjum hérna á vatninu, tunglinu. Já, það eru þessar kröftugu tilfinningar sem ég var að tala áðan. Þær valda ykkur, kæru meyjur, einhvers konar vonbrigðum eða eftirsjá og þið eru svolítið staddar í, skulum segja, svona hringiðu erfiðra tilfinninga. Sem bara í góðu lagi, allir gangi í gegnum það einhver tíman og eins og ég sagði áðan, þetta tímabil klárast, þessu mun ljúka. Það tekur enda og þið þurfið bara að hafa það í huga á meðan þið eruð á bólakafi að þessi óánægja mun ekki vara að eilífu. Eftirsjá, verið að horfa til fortíðar og óvissa. Eldurinn, keisarinn hérna, blúsandi krafturinn, hann fær stjörnuna með sér sem segir bara það að allt mun ganga að óskum. Allar framkvæmdir, athafnir, innri drifkrafturinn ykkar, ykkur tekst að virkja þessu orku í það sem að þið óskið ykkur, við skulum segja það þannig, það sem þið hafi vonast eftir. Það gerist, það mun gerast og það gerist vegna þess að þið eruð að vinna að því hörðum höndum. Það getur verið fleiri að vinna í þessu máli með ykkur en þetta ykkar von, ykkar ósk. Í kjölfarið á öllum þessum miklu framkvæmdum og athugið það að þetta þurfi ekki endilega að vera efnislegar framkvæmdir. Framkvæmdir geta líka átt sér stað á innra sviði, þið geta verið að vinna í ykkur sjálfum. Þið geta verið að vinna að því að breyta ákveðnum ferlum í ykkar lífi, ýmislegt þannig. Og eftir þessa vinnu kemur inn mikil heilun, vellíðan og aðstoð gæti líka verið að koma til ykkar. Það getur verið aðstoð vina, kunningja, ástvina, getur líka verið aðstoð almættisins. Og sérstaklega ef þið hafi verið að vonast eftir henni að biðja hana. Þá stígur almættið inn. Ekkert nema bara fallegt. Loftið, hugsanirnar ykkar, samskiptin ykkar sem eru líka kröftug og flott
og þið eigið engin samskipti nema að hugsa, að setja góða hugsun og jákvæða hugsun í þau. Þar fáið þið annað eldspil sem varar ykkur við að bæla eldin ykkar niður. Það er að segja, þið skuli endilega segja það sem þið meinið og meina það sem þið segið. Þið skuli tjá ykkur á einlægan og skýran hátt, annars eigið þið á hættu að sú orka verði annars bæld niður og setjist að einhvers staðar undir niðri þar sem hún á eftir að valda ykkur vanlíðan. Það getur verið eitthvað varðandi samskipti sem að þið eigið kannski erfitt með eða eru smekar við að koma á framfæri. En gerið það bara á ykkar einlega og fallega hátt og þá mun það ganga vel. Það getur líka verið að einhver annar í ykkar umhverfi sé að sitja á skoðunum sínum til ykkar, varðandi ykkur og sé að bæla niður einhvers konar samskipti við ykkur. Það er lítið sem þið getið gert í því, annað en að sýna fram á að þið séuð opnar til samtals. Ok, jörðin hérna, efnislegi parturinn sem þið eruð að klára. Í kjölfarið leið og þessum kafla lýkur, þessum alheimskafla hér, þar sem þið eruð að útskrifast, þá munu tækifærin opnast ykkur og þið fáið tækifæri til að velja hvert þið viljið fara næst. Næsti kafli snýst tengingu við aðra. Það getur verið tenging við eina mannesku eða fleiri. Þetta er djúp, falleg tilfinningatenging sem að kemur í kjölfarið á þessari útskrift. Hún getur verið varðandi djúpa vináttu, hún getur komið í formi ástarsambands og alveg eins og ég var að tala hérna að þetta getur verið einhver annar varðandi tjáninguna, þá getur þetta verið önnur manneskja sem kemur inn með þessa tengingu með sér. Og þið munu standa frammi fyrir því að segja já eða nei. Á ég að fylgja tilfinningunum, á ég að fylgja skynseminni. Það er eitthvað slíkt sem að mun koma inn til ykkar og ef að þetta er í formi ástarsambands, þá fæ ég mjög jákvætt með því og eitthvað sem að þið hafið ef til vill kæru meyjur verið að bíða eftir. Þannig að þá er það bara spurning að klára gamla kaflan áður en þið hefjið nýtt samband. Einhverjir lausir endar sem að þið eruð að hnýta á næstunni. Bara flott. 2 spil fáið þið hérna sem ráðleggingar í þessari stöðu. Kæru meyjur. Og þar er verið að koma inn á samvinnu við aðra.
Það er verið að tala um heiður og viðurkenningu. Það er verið að tala um að fara hefðbundnar leiðir. Nú að því við vorum að tala um ástarsamband hér, þá er hér orka sem að blessar það samband og talar um að það sé eitthvað samband sem að er ætlað að verða. Það er líka verið að tala um það að taka næsta skref, varðandi ákvarðanir, varðandi, áðan vorum við að tala um búferlaflutninga, nú eða næsta skref varðandi samskipti eða samband við einhvern. Samvinna kemur hérna sterkt inn og það að þið eruð að vanda til verka. Það eru einstaklega sterk og flott spil hérna, kæru meyjur, ég verð að taka það fram. Og mikla vísbendingar að þið eruð að, hvað á ég að segja, það er búið að varða leiðina fyrir ykkur. Þannig að það er afskaplega lítið í raun og veru sem að þið þurfið að hafa puttana í málum, heldur eru hlutirnir svolítið komnir að ákveðnum svona endimörkum og eru að fara að birtast ykkur sjálfkrafa. Líkleg útkoma, ef þið eru að velta fyrir ykkur hlutum, hvernig málin muni enda, þá eru bara hérna jákvæðar breytingar í farvatninu. Og eins og hin spilin hafa svo sem líka talað um, það er líkleg útkoma, jákvæðar breytingar. Breytingar eru yfirleitt af hinu góða. Það er þegar við förum að streitast á móti þeim sem að koma upp erfiðleikar. Þannig að ég ráðlegg ykkur kæru meyjur að taka opnum örmum á móti þessum fallegu, sterku breytingum sem koma í kjölfarið með þessum fallegu spilum. Þetta geta verið efnislegar breytingar, þetta geta líka verið breytingar innra með ykkur og betri líðan eftir að þið komist út úr tunglfarsanum. Ok, kæru meyjur, þá ætla ég að þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta. Ef þið viljið persónlega lestur, þá getið haft samband við mig gegnum Facebook á miðlun og heilun. Tala bara við mig þar í Messenger. Annars vona ég að þetta gangi allt saman upp hjá ykkur. Ljós og kærleikur.